Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 19. maí, hvítasunnudag, er þema dagsins Kirkja heilags anda. Í lexíunni er spádómur Jóels úthellingu andans. Í pistlinum kom spádómurinn fram og menn töluðu tungum. Og í Guðspjallinu sagði Jesús: Andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna ykkur allt og minna ykkur á allt það sem ég hef sagt ykkur. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Jóhannesi 14. kafla og hljóðar svo. Jesús svaraði: Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og Faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki, varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þið heyrið er ekki mitt heldur Föðurins sem sendi mig. Þetta hef ég talað til ykkar meðan ég var hjá ykkur, en hjálparinn, Andinn heilagi, sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna ykkur allt og minna ykkur á allt það sem ég hef sagt ykkur. Frið læt ég ykkur eftir, minn frið gef ég ykkur. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjarta ykkar skelfist ekki né hræðist. Þið heyrðuð að ég sagði við ykkur, ég fer burt og kem til ykkar. Ef þið elskuðu mig, yrðu þið glöð af því að ég fer til Föðurins, því að Faðirinn er mér meiri. Nú hef ég sagt ykkur það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við ykkur, því höfðingi þessa heims kemur, í mér á hann ekkert. En heimurinn á að sjá að ég elska Föðurinn og geri eins og Faðirinn hefur boðið mér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Í dag, hvítasunnudag, er þemað Kirkja heilags anda, en heilagur andi gegnir stóru hlutverki í heiminum í dag. Hann er okkur til halds og trausts í heimi sem að berst gegn orði Guðs. Jesús sagði: Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og Faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Þessi boðskapur segir okkur að varðveislu orðsins fylgir ást Guðs, því að Guð er kærleikur. Ég hef áður fjallað hugtaki að varðveita með fræðslu á prenti og því mikilvægasta af öllu að varðveita orð Guðs, boðskapinn, í hjarta sér. Því að það gerir einungis sá sem elskar Guð. Þeir sem hafna Guði varðveita ekki orð hans. Guð er Guð kærleika og friðar, en ótrúlega margir vilja kenna Guði ófriðinn og hatrið í heiminum. Hvergi í henni heilugu ritningu hvetur Jesús til ófriðar. Heldur þvert á móti hvatti hann til friðar og sagði: Elskið óvini ykkar, gerið þeim gott sem hata ykkur. Og einmitt þetta sýndi Jesús í verki þegar hann var handtekinn í grasagarðinum og Pétur brá sverði og hjó hægra eyrað af þjóni æðstaprestsins. En Jesús snart eyrað og læknaði hann. Já, elskið óvini ykkar og gerið þeim gott sem hata ykkur. Er til meiri kærleiks boðskapur? Er til sterkara vopn til að halda frið en kærleiks rík samskipti, jafnvel við óvini? Jesús boðaði frið en sagði jafnframt að koma hans myndi valda ófriði. Heimurinn var ekkert skárri á dögum Jesú en í dag. Menn börðust,
Fólk var kúgað, undirokað og skattpínt af yfirvöldum. Jesús kom ekki til að klappa mönnum á bakið og segja þeim að halda áfram við það sama. Nei, hann vissi að koma hans myndi skapa upplausn, því boðskapurinn myndi losa taumhald leiðtogana og það gerði Jesú að óvini númer 1. Hann varaði lærisveinana við þessu og þeir hefðu getað yfirgefið hann hann sagði: ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörðu. Ég kom ekki til að færa frið, heldur til að valda sundrungu. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur andvíga móður sinni og tengdadóttur andvíga tengdamóður sinni. Og heimamenn manns munu verða óvinir hans. Merkingin á bakvið þessi orð ekki að Jesús hafi viljað sundrungu, heldur vissi hann að kenningar hans myndi skipta mönnum í andstæðar fylkingar. En þrátt fyrir þessi varnaðarorð yfirgáfu lærisveinarnir ekki meistara sinn. En það reyndi fyrst á þá þegar þeir stóðu einir eftir og heimurinn barði á þeim. Á hvítasunnudag voru 10 dagar frá uppstigningadegi Jesús kvaddi þá og sté upp til himins. Þetta dagurinn sem þeir höfðu beðið eftir, dagurinn þegar undur og stórmerki gerðust í Jerúsalem. Fyrirreikningalesturinn var spádómur fyrir þessu undri, þar sem var sagt að Guð myndi úthella anda sínum yfir alla menn og síðari reikningalesturinn sagði frá því þegar það gerðist. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, hvísluðust og settust á hvert og eitt þeirra. Allir fylltust heilugum anda. Þar sem heilagur andi ekki áþreifanlegur, þá fer starf hans framhjá svo mörgum og kannski skilja menn ekki heldur hvaða hlutverk hann hefur. Hans hlutverk ekki að grípa inn í heimsmálin frekar en Guð eða Jesús. Guð gaf okkur frjálst val og vill ekki taka það af okkur. Hlutverk heilags anda að styrkja okkur til að taka afstöðu til Guðs, gefa okkur aukinn skilning og staðfestu í trúnni. Jesús var sendur af Guði og Jesús sagði að Guð myndi senda heilagan anda. Þannig að öll sú hjálp sem við höfum fengið frá Guði. Hann sendi heilagan anda til að kenna okkur og minna okkur á allt sem Jesús kenndi. Því að frá Jesú fáum við alla dæmisögurnar og kennsluna Guðs ríki. Jesús sagði: frið læt ég ykkur eftir, minn frið gef ég ykkur. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur. Fagnaðarerindið ríki Guðs snýst ekki þennan heim. Í þessum heimi snýst allt að ná völdum, drottna yfir öðrum og safna auðæfum, oft á kostnað annara. En í ríki Guðs mun Guð sjá fyrir okkur, engan mun skorta neitt, þar mun hinn eilífi friður ríkja og enginn verður þræll annars. Nei, Guð mun ekki gefa okkur það sama og heimurinn gefur. Hann mun gefa okkur miklu meira. Hann gefur okkur líf í fullri gnægð. Þess vegna svo mikilvægt að varðveita trúna á hann, leyfa heilagum anda að vinna sitt verk í okkur svo við svignum ekki á erfiðum tímum. Og einmitt þegar við þörfnum þess mest, þá gefur hann okkur styrk. Jesús eða heilagur andi mætir okkur þar sem við erum. Á páskadagskvöld birtist Jesús lærisveinunum. Þeir höfðu komið saman og læst að sér á ótta við ofsóknir á hendur þeim og skyndilega stóð Jesús meðal þeirra og sagði: friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég ykkur. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: meðtakið heilagan anda.
Jesús setti þá í forgang. Þeir þurftu nauðsynlega á styrk að halda á þessum tímapunkti. Því enn voru 50 dagar þar til heilögum anda skyldi úthellt yfir alla. Svo Jesús gaf þeim þann styrk sem þeir þurftu á að halda til að standa gegn höfðingja þessa heims. Eins og ég hef oft nefnt áður þá stendur hugtaki heimur hjá Jesú fyrir þessa jörð. Því að Guð er drottinn alheimsins. En brátt mun ganga dómur yfir þennan heim, það er að segja þessa jörð, sagði Jesús, og höfðingja þessa heims verður útkastað. En þangað til þá þurfum við á styrk heilags anda að halda. Við ráðum ekki við hinn illu öfl án hans hjálpar, enda er hann kallaður hjálparinn. Og með heilagan anda í okkur getum við líka treyst á eigin dómgreind, eins og segir í Síraksbók. Treystu einnig á eigin dómgreind, engan áttu að sem þú mátt fremur treysta. Innsæi manns gefur oft betri ráð en 7 varðmenn í háum turni. En ákalla umfram allt hinn hæsta, svo hann megi greiða þér braut sannleikans. Sem sagt, treystum eigin dómgreind en höfum Guð með í ráðum. Heilagur andi kom ekki til að vera upphafinn sem 3. persóna guðdómsins. Þeir sem taka við orði Guðs meðtaka heilagan anda eins og þegar Jesús andaði á lærisveinana. Þannig verður líka með okkar að musteri heilags anda. Hann er í okkur og minnir okkur á dæmisögur, atvik eða vers í Biblíunni sem við getum máta okkur við eða fengið styrk af. Oft tala sögurnar og versin inn í aðstæður okkar, gef okkur staðfestu, virka sem heilræði og rammi sem að við viljum halda okkur innan. Hvergi er hægt að finna betri leiðtoga og fyrirmynd en Jesú Krist. Enginn er sem Guð Faðir og enginn er okkur betri hjálp en heilagur andi. Hann vinnur og talar í gegnum okkur. Við segjum yfirleitt að trúin breyta okkur en það er verk heilags anda og gefur okkur kannski betri skilning á orðum Jesú sem sagði: á því munur allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Með heilugum anda eflist kærleikur Guðs sem á að lýsa út frá okkur út í heiminn. Jesús var sendur af föðurnum og hann sagði að orðið sem þið heyrið er ekki mitt, heldur föðurins. Við fengum persónuleg skilaboð frá Guði föður á himnum að við ættum ekki að óttast eða skelfast, því ef við elskum Guð þá gefur hann okkur frið í hjarta. Og Lexían segir að hver sem ákallar nafn drottins muni frelsast. Já, þemað í dag er kirkja heilags anda. En á hvítasunnudegi var andanum úthellt yfir alla í Jerúsalem. Þann dag voru lærisveinarnir samankomnir á einum stað og fjöldi guðrækinna gyðinga frá öllum löndum undir himninum. Textinn segir að allir fylltust heilugum anda og tekur fram að gyðingarnir voru guðræknir, það er móttækilegir fyrir heilugum anda. Allir sem eru móttækilegir fyrir orði Guðs hafa opnað hjartað fyrir heilugum anda. Guð fór ekki manngreinar álit þennan dag. Hann úthelti andanum yfir alla menn, en aðeins þeir sem voru móttækilegir meðtóku andan. Guð er í gær og í dag sá sami aldir alda. Orð hans stendur stöðugt, loforð hans flökta ekki til og frá.
Jesús vill gefa okkur sinn frið og vill að kærleikurinn fái að ríkja meðal allra manna. Við eigum að hjálpast að, styðja og styrkja hvert annað á kærleiksríkan hátt, elska óvini okkar og gera þeim gott, þó það sé erfitt og okkur finnist þeir ekki eiga það skilið. Með hjálp heilags anda berjumst við trúarinnar góðu baráttu, því að Guð er kærleikur og kærleikurinn er sterkasta vopnið sem við höfum, því hann gerir ekki náunganum mein. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.